Af hverju eru innri reikistjörnurnar svona ólíkar þeim ytri? Innri reikistjörnurnar, Merkúr, Venus, Jörðin og Mars, er rétt röð frá sólu, eru innri reikistjörnurnar, svo kemur smástirnabelti, svo koma þær ytri, Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Innri eru tiltölulega litlar miðað við þær ytri, hafa allar fast yfirborð og eitthvað lofthjúp, misþykkan. Merkúr mjög þunnan, Venus mjög þykkan og hinar ekki starfn á milli. Ytri reikistjörnurnar eru gasrisar, hafa ofboðslega þykkan lofthjúp sem er í raun hluti af reikistjörnunni og það er í raun sólin, þyngdarafl sólarinnar sem dró gasið að mestu leyti til sín frá þeim innri, en af því hinn eru lengri burtu þá er veikari þyngdarkraftur. Þannig að sólin skildi í raun bara örþunnan lofthjúp eftir sem er eins og hjá okkur lofthjúpurinn þar sem við lifum. Hérna á milli er svo smástirnabelti, það varð ekki að reikistjörnu vegna aðalega þyngdarafls áhrifa á milli Júpíters og sólarinnar. Júpíter er svo stór og hann truflaði reikistjörnu í að myndast hér. Svo komum við gasrisana fyrir utan. Ef ég hoppa ofan í gasið, þá sekk ég ofan í þéttara gas, þannig eru ofboðslegir vindar og gasið verður á endanum svo þétt að það er ílórið af vökva, verður á endanum af vökva, svo endanvexturna lengst niðri er fastur kjarni. En það er ekki hvergi svona yfirborð sem beint er hægt að labba á. Þannig að þetta eru nú svona mjög hratt hver munurinn er á innri og ytri reikistjörnunum. Síðan eru þetta dvergreikistjörnur. Hérna er Plútó, hann var reikistjörna. En þegar það var farið að finna fleiri og fleiri hérna upp á 2000, þá var ákveð að búa til og það var bara þing vísindamanna sem ákvað að Plútó teldist ekki lengur sem reikistjörna, heldur sem dvergreikistjörna og þá var ákveð að setja stærsta smástirnið Ceres í þann flokk líka, Eris og Mage sem að er hérna einhvers staðar teljast sem dvergreikistjörnur líka. En það var í raun ákveðið að búa til sérflokk í staðin fyrir að bæta þessum hérna Mage og Haumea, þetta eru líka dvergreikistjörnur, í staðin fyrir að bæta alltaf í flokk reikistjarna. Nú eru þær bara 8 og þessar litlu sem er verið að finna hér og þar eru þá dvergreikistjörnur.